Góðan dag. Í þessu vídeói í þáttaröðinni 3D Printer 101 þá ætla ég að sýna ykkur aðeins bara 3D prentara og hvað upp og niður á 3D prentara og sýna ykkur nokkar típar á 3D prenturum og svo bara sýna ykkur prentara sem ég á. Þannig að kíkjum aðeins á það. Svo til að byrja með þá ætla ég að sýna ykkur nokkra svona gerðir af 3D prenturum, eða svona högun í hvernig 3D prenturar eru byggður upp. Þannig að ég á bara eina típu og þannig að ég get ekki sýnt ykkur sjálfur en ég með bara með myndir. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þannig að hérna er ég með bara myndir og hérna er bara svona hefðbundinn 3D prentari, svona Bedslinger eða i3 prentari eða Cartesian i3 style prentari. Og þetta er hérna bara mynd af einhverjum prosessorprentara og hann byggir á því að prentflöturinn færist svona fram og tilbaka hérna meðan að vera að prenta og svo fer prenthausinn upp og niður og svo hérna til hægra og vinstri. Og það er þetta er svona, má segja, 3D prentar byrjuðu kannski fyrst á því að vera í þessu formati og þetta er svona, eins og segja, svona hefðbundin típa 3D prentara og er kannski svona old school kannski aðeins núna því að ókosturinn við þessa prentara er að ef að prentflöturinn er mjög stór og prentið er að færast fram og tilbaka þá kemur oft svona hristingur inn í prentið og það verður ekki jafn góð gæði á ef það er stór prent. Þannig að það er ókosturinn við þetta, það er svo mikill massi sem er verið að færa fram og tilbaka. Og ef við kíkjum inn á næstu típu, það er svona Core XY típa og þetta er orðið mjög algengt í dag og þetta byggir á því að prenthausinn færist hægra og vinstri fram og tilbaka hérna efst í prentaranum og prentflöturinn færist bara hérna upp og niður. Þannig að prentflöturinn er að öðru leyti kjur, hann færist ekki eins og í fyrri prentara og hann bara færist niður eftir sem prentið gengur og prenthausinn fer hérna uppi og þar er allt kerfið sem stýrir hvar prenthausinn er. Og þetta er orðið mjög algengt núna og það er orðið mjög algengt líka að það séu hliðar og lok ofan á þannig að það sé svona lokaður þannig að það er betri stýring á hitastiginu í kringum prentaran sérstaklega að vera að prenta efni sem að krefst hærri umhverfishita og það sé ekki kaldur gustur að skemma prentið að þá er þetta orðið svona kannski de facto í prentara í dag að þeir séu með þessari tegund og orðið mjög algengt. Svo næsta tegund það er svokallaðir delta prentarar og hann byggir á því að það er fastur prentflötur hérna neðst, hann er bara kjur og svo eru hérna armar á svona 3 súlum sem að hreyfast og fara upp og niður og þannig færist prenthausinn hægri og vinstri og fram og tilbaka og svo upp þegar allir 3 armandi fara upp og þetta er svona skemmtileg útgáfa en að horfa á þetta prentast, það er alltaf rosalega mikið að gerast og þegar svona prentar er að prenta en ókosturinn við að eftir sem að prentið hækkar upp þá minnkar prentflöturinn. Þannig að hérna efst uppi er prentflöturinn orðinn mjög lítill hringur en hérna neðst er hann allur þessi stóri hringur hérna niðri. Þannig að prentflöturinn er eins og keila í laginu. Þannig að það er kannski ókosturinn við þessa prentara ef maður var að prenta út eitthvað stórt ferkantað þá var það ekki kannski gott á svona prentara. En þetta er tiltölulega algengt líka með svona prentara og þetta er svona þriðji svona algengasti stíllinn af prenturum. Svo er þetta er ekki góð mynd en svo er hérna típa sem að kalla svona belt printers að þá er henni Y og X ásinn hægra og vinstri fram og tilbaka hérna uppi og seta ásinn eða þess að hæðar ásinn er á belti hérna neðst og þá er henni hægt að prenta bara óendilega langt þannig að prent sem að færist bara niður og svo fer það bara af beltinu og hérna er svona hjól bara sem að þetta rúlar áfram á þannig að hérna er þetta að prenta mjög langa hluti til dæmis ef maður prenta sverðið eða eitthvað svoleiðis þá getur verið að svona tegund að prentara hendi ágætlega þannig að þetta er ein gerð en ekki algeng og svo að lokum þá er það sem kallast Polar 3D printer og þá er prentflöturinn neðst sem að snýst og prenthausinn færist hægri vinstri og upp og niður
og þetta einhver típa sem einhver datt í búa hug. Ég hef aldrei séð svona prentara í raunveruleikanum en þetta til og menn hafa búið þetta til einhvern tíðan og ég held að þetta sé nú ekki algengt í dag en þetta svona dæmi hvað menn eru búin að finna upp og svo náttúrulega til alls konar þar sem að menn eru með prenthausinn á róbótaarmi og eru með fleiri ása en bara upp og niður hægri vinstri og fram og tilbaka. Það sem að menn að snúa í 4. ás eða 5. ás jafnvel, sko, það sem að prenthausinn á einhverju róbótaarmi eða eitthvað slíkt. Sko. Þannig að það til alls konar en ég vildi sýna ykkur bara svona grundvallar tegundirnar sem að menn sjá svona algengast. Þetta ekki algengt í dag til dæmis, þessi gaur. En nú náttúrulega sýna ykkur bara prentarana mína og útskýra bara hvað upp og niður á þeim og þá sjá þetta aðeins betur. Ég að gera tilraunir með að nota myndavélina á símanum minn, þannig að ég ætla að vona það gangi, en sjáum til. Þannig að 3D prentarinn minn og þetta Prusa MK4S prentari. Ég keypti hann upphaflega sem Prusa MK4 og var að uppfæra hann daginn í 4S. Það svona minnáttar uppfærslur en aðal uppfærslan við það þessi prentvifta og kæli stúturinn sem að beini loftinu. Það betri kæling fyrir prentflötinn eða fyrir prentefnið. En það sem svona upp og niður á þessu að hérna þessi gantry svokallast eða bara freymið í prentaranum sem þessir extrusions neðst, svona álgaurar og svo þessi Prusa plata sem svona ábrendur fyrir Prusa stæl eða E3 prentara og þetta sem prenthausinn sem að filamentið fer ofan í og hér mótor sem að drífur filamentið áfram og svo hítarinn inni og undir stúturinn sjálfur. En prentefni fer inn ofan og út neðst. Og það sem að prentar á þessi prentflötur og í prenturum í dag langt flestir orðnir með svona prentflötu sem hægt að taka af og þetta PI sheet bara frá Prusa og það leggst bara ofan á og mjög þægilegt að taka þetta af og maður beygir þetta svona fram og tilbaka til þess að losa prentið af áður fyrir þá að maður oft með einhver verkfæri til að ná prentinu af og gæti verið tómt vesen það festist mikið og stundum lendir maður í að lenda bara í tómum vandræðum með það ef að prentefni festist ómikið en svo neðst bara stjórnborðið og í þessum prentara bara hnappur og þetta fari í gegnum valmyndunar og skoða alls konar stillingar og færa prenthausinn og skoða allar upplýsingar prentarann og setja hann þráðleysa netið og slíkt og þessi prentari með USB-lykil. Eldri prentarar voru ofta að nota SD-kort líka og það eins og MK3 prentaranum sem ég með liðina, bara rauð fyrir SD-kort en þessi prentari með netpluggi fyrir netsnúru og hann líka þráðlaus neti og hann á þráðlausa netinu hjá mér og ég prenta bara beint Prusa-slæsir yfir þráðlausa netið beint inn á hann. En þetta Y-ásinn fram og tilbaka. Þessi ás hægri og vinstri X-ásinn og svo upp og niður Z-ásinn. Þannig að þetta svona, má segja, hreyfikerfið í prentaranum, upp og niður, hægri og vinstri, fram og tilbaka. Og þetta þessi svokallegi bedslinger, það sem að prentflöturinn að fara fram og tilbaka. Og aftan á þá stýriborðið og það í inni og svona mótor sem að drífur belti. Það sjáu að þetta belti sem að drífur hausinn fram og tilbaka og samanskapi niður líka belti sem drífur prentflötinn fram og tilbaka. Þannig það mótor og það mótor aftast sem að drífur prentflötinn og svo mótor sem drífur þetta áfram. Svo neðst eru mótorar sem að snúa þessum pinna sem snýst og færir prenthausinn upp og niður. Þetta stýrieiningin, hún sem drífur alltaf áfram. Þráðlaust kort og netsnúrin og svo þetta aflgjafinn Þannig að þetta svona, og svo efst færir ykkur upp og þá efst spóluhaldari Þannig að þetta svona hvernig hefðbundin E3 prentari lítur út og hvað á honum og svo ég með MK3 prentaran sem að ég uppfærði í BR upgrade og þá þetta í staðinn fyrir þessa prentplötu þessa plötu sem svona típisk Prusa plata þá þetta svona extrusions
og sem að ég gerði þetta bara að gamni mínu. Prentarinn var alveg fínn og það var engin sérstök ástæða fyrir að uppfæra hann í þessa útgáfu en mér langaði bara að gera það og ég gerði vídeo um þetta á rásinu minni og þetta er svona eldra kerfi á þessu prentara. Sjá það er ekki flott valmyndasystem og svoleiðis, það er ekki grafík í þessu svona, þetta er svona old school dæmi og hérna er prent efnið hérna ofan á og að samanskapi eru bara mótorar hérna sem drífa þetta áfram og hérna þessi prentari er með hérna Hemera prenthaus sem er bara aftermarket frá A3D með ákvað að setja hérna og eitthvað custom viftu system og svona dót. Þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi útlítandi græja en í grunninn samt alveg nákvæmlega eins og MK4S prentarinn. Það er sama motion system eða hvað ég vilja kalla það. Þannig að svona lítur þetta út og svo einhvern tíðan seinna þá að ég er að bíða eftir að fá Prusa Core 1L prentara sem er svona Core XY prentari og ég gerir örugglega vídeo eitthvað um hann þannig að getið séð það seinna á rásinni hjá mér. Þannig að þetta vídeo er komið þá ég ætla að sé hvernig prentari lítur út og hvað er upp og niður á honum og hvaða tegundir af prenturum eru algengastar. Þannig að í næsta vídeo ætla ég að fara í gegnum aðeins bara verkfæri og svona viðhaldspælingar og hvað er gott að eiga í skúfunni á sér af verkfærum og svoleiðis til þess að geta þjónusta prentarann og líka taka support og svoleiðis af 3D prenti. Þannig að það er svona ýmislegt í skúfunni á mér sem ég nota og ætla að sýna ykkur það. Þannig að það verður næsta vídeo. En í bili þá bara þakka fyrir mig og sé ykkur síðar. Takk fyrir mig.